endurreisn, drottin, til allra þeirra sem eru hlutaðeigandi. Og við biðjum í Jesú nafni. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Drottin blessi ykkur, fá ykkur sæti. Mér langar til að biðja alla menn að koma hérna. Kannski rétt aðeins að biðja fyrir orði Guðs sem að fara að ganga út í Jesú nafni. Já, amen. Guð góður. Amen. Já, amen. Alltaf. Já, við fundum það þegar við vorum að biðja fyrir stundin áðan. Ferskleika Guðs. Og það svo gott að vita að á hverjum degi nýtt upphaf. Ég var einmitt að hugsa það í morgun, þar sem Jesús segir, ég mun aldrei yfirgefa þig. Ég sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Aldrei. Þannig að hugurinn getur farið einhvert. Hann getur verið bara út á túni og tilfinningarna geta farið einhvert og maður segir, já, ég svo fjarlægur og ég búinn að fjarlæga Guð og ég ekki, hann einhvers staðar annar staðar. En sannleikurinn samt sá að það hefur ekkert breyst. Hann mun aldrei yfirgefa mig neð sleppa mér hendinni. Þannig að hvað þarf ég þá að gera til að finna þetta að býtu, ok, hann yfirgefur mér aldrei. En mér líður þannig, af hverju? Hvað þarf að breytast? Hann segir í Rómverjabréfinu, endurnýju hugarfarið. Það nú ekki mikið flóknara en það. Ég þarf aðeins að fara að hugsa, býtu, hvað ég að gera sem orsakar það af hverju líður mér þá svona. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Við sleppa þér hendinni. Amen. Þannig að, og við fundum það svo sannarlega þegar við vorum að biðja áðan, þessi svona ferski andi Guðs að starfa, yndislegt. Og þegar við komum hér saman, það svo trúar hvetjandi og styrkjandi, þessi 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, í Jesú nafni, þar hann mitt á meðal. Þannig hann hér að starfa og fyrir þig sem ert að horfa, hann hjá þér líka og hann vill blessa þig. Rosalega blessað að sjá Kamilu upp á sviði. Við tölum það, þetta rosaflott PR-stönd atriði að Kamila myndi bara eiga hér í beinni útsetningu. En ég trúi því að þetta alveg að bresta hjá Kamilu og ég veit að þetta verður góð fæðing. Hún mun ganga vel. Hún var glæsileg hér uppi að lofa Guð með nýtt líf, alveg bara að berjast að komast út. Þannig að, amen, það var æðislegt. Bara blessað. Við skulum rísa á fætur þegar við biðjum fyrir orði Guðs. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þá náð og miskunn að við komum hér saman fram fyrir auglið þitt, fáum að lyfta upp þínu heilaga nafni, lofa þig og vegsama þig fyrir það hver þú ert í Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þessi 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Þú gengur hér og vilt tala við okkur, eiga samfélag, mæta okkur, blessa okkur, hvetja okkur og uppörfa, Drottinn minn, þér til heilla, þér til dýrðar og þér til vegsandar í Jesús. Ég þakka þér fyrir Sibbu mína þegar hún talar orð þitt. Ég bið að smyrja varir hennar. Ég veit að þú hefur gefið henni orð að mæla til okkar í dag. Gefið okkur auðmýktar hjarta að taka á móti því, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að við fáum að vera hér í húsi þínu, fáum að nema þitt heilaga orð, taka á móti því og vera uppörfuð á göng okkar með þér í Jesús. Ég legg allt í þína hendur. Alla þá sem eru hungrar og þyrstir eftir þér, leggi í þínar hendur, Drottinn minn, og bið að blessa og mæta þeim í Jesús. Ég bið einnig, Drottinn minn, að á öllum okkar vegum, allt það sem við erum að gera, og þá munum við að gefa þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesú heilaga nafni. Amen. Þetta dásamlega, Alli minn. Hann svolítið með þetta. Yfirskriftin jákvæðni, já takk. Akkurat. Nákvæmlega.
Nei, ég vissi ekki vera svona neikvæð. Nei, ég segi jákvæðni, já takk. Mér var svolítið og ó í vikunni, það var frétt að það bæði varandi brunan og líka það að það var verið að tala að það væri komin upp hópsýking aftur og ég man að ég las þessa frétt morguninn og fer síðan bara út, hitti töluvert af fólki þennan dag, svona óvenjulega mikið af fólki og ég upplifði strax hvernig ótti var komin aftur út í samfélagið. Það þarf svo lítið til, sérstaklega þegar við erum nýbúin að fara í gegnum eitthvað svona ótrúlega óþægilegt tímabil eins og við erum sannarlega búin að fara í gegnum. Og ég skynjaði bara ótta, kvíða, hvað gerist ef að þessar skimanir gangi ekki vel og það er kannski ekkert að marka þær og þið vitið, allt þetta fólk var búin að fara í gegnum skimun og það var búið að fá neikvæða niðurstöðu og svo allt í einu var það jákvætt og þetta var bara svona og fólk fór bara, ég fann að það bara, margir bara föðruðu upp, sérstaklega fólk sem að kannski er í áhættuhópi og maður bara skilur það. Það er bara ósköp eðlilegt að vera pínu áhyggjufullur yfir stöðumála. En það er svo mikilvægt og Biblían kennir okkur að við eigum að vera jákvæð. Við eigum að vera jákvæð. Og Guð getur nefnilega látið allar kringumstæður snúast upp í eitthvað gott. Jafnvel vondar kringumstæður geta enda með því að verða okkur til mikils góðs. Og vá hvað ég hef oft séð Guð einmitt gera það. Veist, í gegnum eitthvað svona ömurlega reynslu, að þá kemur eitthvað bara ótrúlega dýrmætt. Og það er sá Guð sem við þjónum. Hann er gjörsamlega magnaður og hann getur látið allar kringumstæður verða okkur til góðs. Jákvætt viðhorf, það leiðir til jákvæðs lífs. Neikvætt viðhorf leiðir til neikvæðs lífs. Svolítið svona að segja sér sjálft, ekki satt. En það er þannig. Hvað er bjartsýni? Þegar ég tala bjartsýni, hvað er ég að tala Og mér finnst oft þegar ég er að skilgreina einhverja svona hluti í mínum kolli, þá finnst mér gott að kannski útskýra hvað er það ekki. Bjartsýni er ekki afneitun á raunveruleikanum. Við gerum okkur öll grein fyrir því að þetta eru krefjandi kringumstæður, COVID-kringumstæðnar, afleiðingar af COVID, fjárhagslega kringumstæður fyrir marga. Það er ekki afneitun á kringumstæðum. Það þýðir heldur ekki að við stingum hausnum í sandinn. Og bara ég er ekki hérna. Ég er alveg búin að reyna það virkar ekki. Út að ég er hérna. Það er ekki barnalegt viðhorf. Það er ekki að vera bara ótrúlega naív og einhvern veginn halda allt einhvern veginn smelli og eitthvað svona, þið vitið, svona barnalegt viðhorf. Það er ekki bjartsýni. Það er ekki blind trú eða óskhyggja. Nú eru þau örugglega bara, hvað er það þá, þú veist? Bjartsýni, og ég las þetta á netinu, þetta var aðili sem var búin að stúdera hvað bjartsýni var og vill meina það að fólk sem nær árangri í lífinu tileinka sér þetta viðhorf. Hann sagði, bjartsýni er sannfæring góða framtíð eða hafa von jákvæða niðurstöðu. Ég ætla að lesa aftur. Sannfæring góða framtíð eða hafa von jákvæða niðurstöðu. Það er bjartsýni. Og ef við ætlum að bæta andlegri vigt í þetta, sem að mér finnst mjög mikilvægt að gera, því að þetta eru ekki bara mín orð, þetta eru orð Biblíunnar, þetta eru orð Guðs, þetta eru orð Jesú, að allt samverkar okkur til góðs, þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs, þeir sem kallar eru samkvæmt nákvæmlega. Biblían talar þetta.
allt samverkar okkur til góðs. Þannig að bjartsýni ekki það að ég ekki að gangi gegnum erfiðleika. Alls ekki. Heldur miklu frekar það, Drottinn, hvað ert þú að gera í mínu lífi í gegnum erfiðleika sem actually mér í vil. Það bjartsýni. Bjartsýni í rauninni annað viðhorf til lífsins. Þú ert að sjá sömu kringumstæður. Þú ert bara að horfa á það frá öðrum stað. Það bjartsýni. Og Guð getur svo sannarlega notað erfiða kringumstæður til þess að breyta stefnu lífs okkar. Ég veit ekki með ykkur en Guð snillingur í að breytum stefnu í líf okkar með því að nota erfiða og krefjandi kringumstæður. Staðreyndin svo að ég hugsa ég tali fyrir fleiri, ég ekkert sérstaklega að breyta mér eða breyta ykkur í mínu lífi eða breyta farvegi lífs míns þegar allt gengur óskum. Ég bara ekkert að gera það. Það yfirleitt þegar ég komin yfir vegg inn í króið og ég hef ekki í önnur hús að venda að ég þarf að hugsa hlutin upp á nýtt. Þannig að annarkvort Guð að breyta stefnu á líf okkar með svona kringumstæðum eða hann að breyta okkur. Vinn. Það alltaf vinn. Þannig að við horfum ekki á kringumstæð sem við erum að ganga í gegnum sem þjóð eða bara sem heimur með sama hætti og fólk sem á ekki trú horfir á. Mér svo frábært þegar ég horfi tilbaka í gegnum alla þá reynslu sem ég hef farið í gegnum að vita það að það hefur alltaf verið eitthvað stærra og meira í gangi heldur en bara, þið vitið, kringumstæður. Það eitthvað verk, það eitthvað eilíft verk sem að Guð að framkvæma í mínu hjarta. Og staðreyndin svo, ef á hugsanir okkar eru fullar af ótta og kvíða og slæmum hugsunum, þá það ekki góða fréttir. Líf okkar nefnilega fer í þá átt sem sterkustu hugsanir okkar fara með okkur. Það bara staðreynd. Fólk sem á innihaldsríkt, gott, gæfuríkt líf, það fólk sem að tileinka sér aðra hugsun heldur en allir aðrir. Það bara staðreynd. Þannig að stoppum og hugsum hér í dag. Hvaða hugsanir eru ráðandi í okkar lífi í dag? Þegar þú horfir á þína framtíð, hvað hugsaðu? Ertu fullur af spenning, hlakkari til, eða upplifir ótta, kvíða eða eitthvað slíkt? Því ef þú upplifir ótta og kvíða, þá þarf að verða breyting hér á í dag. Og það sem svo frábært við það, Guð alltaf með nýtt upphaf. Það alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Það alltaf hægt að temja sér ákveði hugarfar. Og þið hafið kannski tekið eftir því að ég legg mjög mikið upp úr því að tala jákvætt hugarfar. Af hverju? Því að ég á erfitt með það. Ég tala það út að ég hef tilhneigingu til þess að vera frekar döpur. Aðlisfæri. Ég veit að þið áttið ykkur ekki að því eða finnst það skrítið, eða hafði ekki tekið eftir því. En það staðreynd. Ég fer ekki í ræktina til þess að líta betur út, þó svo að það sé kostur. Ég fer í ræktina til þess að búa til meira endorfín og dópamín þannig að mér líði betur. En ég hef líka fundið, vinir, að orð Guðs virkar. Ég hef líka fundið að þegar ég hef tileinkað mér ákveðið hugafar, þá breytist ekki bara líða mín, framtíð mín breytist. Og vinir í dag, við megum ekki bara vera heyrendur orðsins, við verðum að vera gjörendur. Þetta fólk að leita fólki sem ekta, sem hefur svör inn í kringumstæður sem eru erfiðar og flóknar og snúnar. Og vinir, við erum með svörin. Við þurfum bara að ganga fram í þeim í Jesú nafni.
Má ég heyra með? Þannig að gæði lífs okkar endurspegla gæði hugsan okkar. Já, einmitt. Skoðum neikvæðni. Hvað er neikvæðni? Neikvætt fólk horfir á neikvæðar uppákomur sem persónlegar eða varanlegar. Vitið þið hvað ég er að tala um? Það er fólk sem segir, býtu, þetta kemur alltaf fyrir mig. Vá, óheppnin bara elti mig uppi. Ég er algjör lúser. Ekkert sem ég geri virkar. Ég er svo vondur, Guð veit að þetta er bara það sem ég á skilið. Það bara rignir yfir mig daginn út og daginn inn, eldi og brennisteini. Ok, fólk kannski fer ekki alveg þangað. En margir eru þarna og við þekkjum öll þessa týpur sem að barma sér okkur einasta degi og hugsa ykkur hvað er að draga að sér. Hugsa ykkur hvað þú ert að láta út af gnægð hjartans mælir munnurinn. Trúarinn að góða barátta, hvað felst í því? Að trúa orði Guðs framar okkar eigin hyggjuviti. Að játa fram það sem að Guð hefur sagt en ekki það sem að við erum að hugleiða. Og vinir, mjög margir fara að tala út svona bullum lífsitt. Og það enda með því, vitið það, ef þið vakna á morgnana og hugsið, það er alltaf fara að farast. Í lok dags þá lítið ekki við daginn og sagt, vá, þetta var frábær dagur. Það bara mun ekki gerast. En við einhvern veginn höldum að þessi trúarinn að góða barátta sé eitthvað gæsóð, eitthvað moment, þar sem að við allt í einu erum breytt. Við erum allt í einu höndlum hlutina með einhverjum hættu öðruvísi. En það virkar ekki þannig. Trúarinn að góða barátta er val sem við þurfum að taka á hverjum einasta degi. Val það að ég kýs að láta hans höfðingjadóm stjórna mínu lífi. Og hann er með planvinir, hann er með magnað plan. Og ef að þú heldur að þú sért í ykkur vitleysu eða í ykkur volaði, þá langar mér að segja við þig að hann er við hlið þér. Upprisu kraftur hans er innra með þér. Þú getur risið upp úr öllum kringumstæðum. Öllum. Og láttu engan eða ekkert segja þér annað. Því að þá er viðkomandi bara, já, ég ætla að segja, verið hluti en, já, mamma. Ég ætla að segja, vík burt frá mig Satan. Ekki gera það við fólk sem að tala við ykkur með þessum hætti. Veit ekki hvort það virki. En þið fattu hvað ég meina. Við þurfum að hasta þessar raddir, hvort sem að það eru utanakomandi eða inn í okkur. Og kannski fyrst og síðast ef að raddirnar eru inn í okkur. Þá þurfum við að fara að hasta á þar og við þurfum að fara að segja eins og Jesús sagði þegar hann var reyndur og sendur út í eyðimörkina. Hann sagði, rita þér. Ritað er að ég er höfuð en ekki hæll. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Hann er með mér og hann er ekki á móti mér. Við þurfum að fara að játa út það sem er sagt, það sem að Drottinn hefur sagt. Og í staðinn fyrir að láta þessa lygi rödd óvinarins stýra og stjórna okkar lífi. Enough is enough. Má ég heyra með þeim? Það er málið. Halleluja. Það að vera blessaður og jákvæður og upplega gnægð hefur nefnilega nákvæmlega ekkert með seðlaveski okkar að gera. Það hefur með hugafar. Og þess vegna talaði allir að endurnýja hugsun okkar á hverjum einasta degi þá Drottinn að kenna okkur eitthvað. Og vinir til þess að ná árangur í lífinu, til þess að ná í tækifæri og annað sem að bjóðast okkur, þá þurfum við að vera endalaust að endurnýja hugsun okkar. Út af Guð er með frábær áætlun fyrir okkur, en hún er ekkert endilega okkar áætlun. Og það er kannski skarast leikar. Við höldum einhvern veginn, þegar við sjáum okkar framtíð, þá er eitthvað rósa blöð og við bara löpum á þeim og allt verður bara dásamlegt, þú giftir þig. Þið vitið, það sem að þessi þvæla sem er okkur í kend bara í gegnum bíómyndur og annað. Og mjög margir sem að bara upplifa, það er bara árekstur í hjónabandinu. Hvað er að gerast? Er maki minn ekki alltaf sammála mér? Hvað er það? Maki minn er reyndar alltaf sammála mér.
Já, hann er það ekki. Væri búin að segja ykkur frá þegar við ætlum að kaupa gluggatjöld fyrir gluggan okkar heima. Við ætlum að velja liti í gluggatjöldin. Vitið þið hvað Alli vildi setja fyrir gluggana? Appelsínugul. Gluggatjöld. Nákvæmlega. Alli litblindur. Það hlýtur að vera. Nei, vitið það, ég var líka bara, og hann alveg bara sippa. Því eitthvað sem hafi komið heim verið með risastóra glugga, það hefði orðið ekkert smá áberandi. Og hann alveg bara, Sibba, þetta uppáhaldsliturinn minn og vitið það þið haldið að ég sé að grínast? Ég var ekki að grínast. Alli var ekki að grínast. Og ég líka hélt að hann væri algjörlega að grínast. Nei, það tók okkur nokkra daga að fá alla til þess að skipta skoðun. Ég hefði bara flutt út úr húsinu hefði þetta gengið eftir. Ég líka bara, Alli, af hverju ertu með svona sterkar skoðanir innan hús? Hann var alveg sannfærður. Ég veit ekki af hverju ég kom heim með appelsínugula pröfur, en Alli var mjög heillaður. Nei, svona í alvörunni. Mörg okkar hugsa þú veist, hvað er þetta? Allt inn í hjónaböndu, það er bara allt inn að komin átök. Það er leið Guðs til þess að slípa okkur til. Ég get alveg sagt ykkur það, við erum búin að vera gift í 20 ár og ég er bara ekki sama manneskjan. Alli er svona svipaður. Ég þurfti að breytast, sem sagt. En ég meina talaði við alla sem þekktu mig þegar ég var úlingur, ég meina Jóhanna getur tekið undir þetta, ég er bara önnur manneskja. Það er bara þannig. Af hverju? Út af maður brýnir mann. Veist, lífið á ekkert að vera eitthvað svona, ég hef grætt á því að hafa verið brýnd af alla. Grei, nú haldi allir að Alli sér rosa erfiður. Það er ekki máli, ég var erfið. En allavega, það hefur breytt mér og Guð notar nefnilega kringumstæður til þess að breyta okkur. Breyta farvegi lífs okkar með einhver mætti. Breyta farvegin með að breyta okkur. Og það er svo gott, vinir, í staðin fyrir að vera mögla kvart og kveina. Að byrja að sjá það jákvæða við hlutina. Því að það er hamingja. Það er nefnilega sannkvöllum hamingja. En við vorum að tala um neikvæði. Fólk sem er neikvætt. Þú veist, það lítur á allt sem eitthvað persónlegt. Já, Guð er að hefna sín á mér. Og ég var þannig. Ég taldi allt sem gerðist var í rauninni bara mér að kenna. Ég eiginlega trúði ekki á kærleiksríkan Guð. Ég sagði það, en ég trúði ekki. Og staðreyndin er svo, ef þú ætlar að ná árangur á þínu kristna lífi, þá verðurðu að sjá Guð í réttu ljósi. Hann er ekki hér til að hefna sín á þér. Bara alls ekki. Hann er með þér í liði. Hann heldur með þér. Hann vill að þú náir árangri. Og við þurfum að sjá hann sem kærleiksríkan. Og vinir, eftir ég uppgötaði Guð sem virkilega kærleiksríkan, sem með mér í liði, þá breyttist allt. Það breyttist allt. En hvernig fæði ég trúna? Já, ég þarf að lesa Biblíuna, ekki satt. Og fyrir mér, veist, við þurfum að svelta óttan, við þurfum að svelta vantrúna, en við þurfum að fæða trúna. Hvernig gerum við það? Með því að lesa orðið. Og fyrir mér er oft, til dæmis eins og þessi ritningastæður, allt samverkar okkur til góðs. Ég fyrir að hugsa, hver er að segja þetta? Hver talar? Páll Póstur er að tala. Til hverra? Af hverju? Skoða ég að vel versina undan í hvað samengi. Og það er svolítið athyglisvert að skoða versina undan, þá segir Páll, það góða sem ég vil gjöra, gjöri ég ekki. Hann var greinlega í óbalans. Veist, hann var bara, ég reyna að gera það sem rétt, en ég er alltaf að klúðra. En svo segir hann, og þetta er einmitt málið, og þetta getur við líka bara heimfært upp á okkar líf, hugsanir okkar fara hingað og þangað, en síðan tökum við það saman og segir, en allt mun samverka mér til góðs. Ég veit það að sá sem ég trú á, lætur allt samverka til góðs. Ég get farið hingað og þangað, en hann getur látið hluti ganga upp í mínu lífi sem ég séð ekki einu sinni. Má ég heyra amen? Davíð var nákvæmlega eins og við lesum Davíðssálmana. Fyrst byrjar hann á því að kvarta og kveina, svo í lok sálmsins þá tekur hann sér taki, en ég veit að þú ert stór.
Ég veit að þú ert mikill. Ég veit að þú gerir furðuverk. Þetta sagði Davíð. Það var ekki það að hann upplifði ekki eða hugsaði ekki neikvæðar hugsanir. Það var miklu frekar að hann tók þær taki. Hann tók þær taki og fór að tala út það sem var rétt og blessað. Í staðin fyrir að festast í ykkur voleði. Halleluja. Mér langar að fara í Rómverjabréfið og stendur: því að ég er þess fullviss að hvorki dauðin er líf, englar né tignir, hvorki yfirstandandi né ókomna, hvorki kraftar, hafði né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs, sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Hvað stendur þarna? Það er ekkert sem að getur gert okkur viðskila við kærleika drottins. Og aftur, ef við erum í einhverju neikvæðri hugsun og við höldum að drottin er bara á móti mér, hann er farinn, hann er ekki lengur með mér. Ég er búin að synda upp á náðina og ég veit ekki hvað og hvað sem oft við burðumst með. Þá kemur það svo skýrt fram að það er ekkert sem að getur gert oss viðskila við kærleika Guðs. Það er alveg sama hvað þú gerir. Ekki neitt. Þannig í staðin fyrir að búast við því að eldingin fara að ljósta mann í höfuðið, förum að vænta blessunar Guðs. Förum að vænta þess að Guð geti látið alla hluti samvirka okkur til góðs. Hvernig væri það? Eitt af því áhrifaríkasta sem að við getum gert tilenga okkur jákvætt hugafar er að tilenga okkur þakklæti. Það er ekkert sem virkar jafnvel og þakklæti til þess að vera jákvæður. Og staðreyndin er svo að jákvæðni, hún býr til hamingju. Hún býr til hamingju. Leið og þú hugsar jákvæð hugsun, þá kemur dópamín framleiðsla. Það er gleði tilfinning og þú áttar þig á að hlutirnir eru ekki sjálfsagðir. Við erum blessuð, ekki satt. Við erum blessuð. Ég var að lesa í tímarit daginn sem að mér fannst mjög athyglisvert. Upplifun þeirra sem að tilenga sér jákvætt hugafar og eru þakklætir. Þakklæti eyðir óæskilegum, toxískum tilfinningum. Finnst þið ekki magnað? Og þetta er rannsóknir. Ég er að lesa niðurstöður rannsókna. Þakklæti deyfir sársaukatilfinningu. Kamala fyrir þig, fyrir fæðingana. Þakklæti bætir svefngæði. Finnst ykkur ekki merkilegt? Þakklæti minnkar magn kortisól í líkamanum. Þakklæti býr til frið. Þakklæti er hreinlega brú yfir í frið. Og staðreyndin er svo að þegar við erum að ganga gönguna með Guði, ég ætla að sýna ykkur hérna smá. Ég ætla að færa þetta hingað, veit ekki okkur mér finnst að sjást betur þar, en við sjáum hvað setur. Þegar við erum að ganga bara lífsins göngu, eins og við göngum öll, það kom alls konar hlutir upp í líf okkar og alls konar hlutir fara að þvælast fyrir okkur. Og við förum í gegnum erfiða reynslu og allt í hennu litast sýn okkar. Við förum að hafa áhyggjur. Við förum að vera kvíðin. Við förum að vera döpur. Það getur verið eitthvað sem hreinlega bara byrjar í æsku. Eitthvað sem er að trufla okkur eða eitthvað sem hefur gerst í líf okkar eða eitthvað. Og ef við dílum ekki við þetta og ef við tilengum okkur ekki það sem ég var að tala um áðan, jákvætt hugafar, þakklæti og annað, þá bara bætist ofan á þetta. Og þetta er líf okkar, þetta er sýn okkar. Og allt í hennu fyrir að vera gruggug. Allt í hennu hættu við að sjá skýrt og við sjáum okkur ekki í eðlilegu samhengi. Við sjáum okkur ekki eins og drottinn sér okkur. Og svona getur haldið áfram. Kvíðin kemur, kvíðin eykst, vanlíðanin eykst.
Og við erum alltaf í einhverjum kringumstæðum sem okkur finnst óþægilegar og við erum orðin neikvæð. Við erum jafnvel orðin bitur. Við erum orðin reið. Guð, þú ert ósangjarn. Guð, þú ert ekki réttlátur. Hver er svarið? Hvert er svarið við svona kringumstæðum? Sjáu þið. Það er komið grugg neðst og hugmyndin var að vatn er allt frekar dökkt. Það var ekki alveg búin að æfa þetta nóg mikið, en hvert er svarið við þessum kringumstæðum? Það er að leita sér hjálpar. Það er að tileinka okkur eitthvað sem að Guð segir okkur að tileinka okkur. Það er að játa fram líf. Drottinn, ég játa það fram. Ég er höfuð en ekki hali. Ég er blessuð en ekki undir vanblessun. Og við jafnvel byrjum á þessu og eftir 3-4 daga þá lítum við á. Það er ennþá eitthvað í botninum. Það er ennþá þessar tilfinningar. Þetta bara virkar ekki. En þá er ekki sniðugt að gefast upp og hætta. Heldur að halda áfram. Vitið það tekur langan tíma fyrir að koma okkur aftur í gír, til þess að koma okkur aftur í venjur sem að bera góðan ávöxt í líf okkar. Hvað gerum við? Við gefumst ekki upp. Við höldum áfram að tala. Við segjum, Drottinn, ég er þakklátt í dag. Ég er þakklátt fyrir maka minn. Ég er þakklátt fyrir börnin mín. Þau eru ekki fullkomin, en ég er þakklátt fyrir þau. Drottinn, ég er þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Ég er þakklátt fyrir að þú ert með alla hluti í hendi þinni. Ég er þakklátt. Ég er þakklátt. Og hvað gerist þegar við erum þakklátt? Guð tekur þessa drullu sem var áður í líf okkar og allt í einu förum við að flæða yfir að náðans og miskunn og við verum aftur hvít sem snjór. Við erum aftur komin í þann farveg sem að Guð vill að líf okkar sé í. Og vinir, í dag að þá þurfum við að hætta að kvarta og kveina, mögla og sjá ekki í rauninni skóginn fyrir trjánum. Við þurfum að fara að þakka Guði fyrir allt það góða sem hann hefur gefið okkur. Og vinir, bara búa á Íslandi. Ég segi það aftur og ég hef sagt það áður, hvað við erum blessuð að búa hérna. Hvað við erum blessuð, öll tækifærin, öll lífsgæðin. Vinir, kirkjan þarf að rísa upp og verða svo sem hún á að vera. Má ég heyra með henn. Þannig í dag langar mig til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og mér langar til þess að lesa fyrir ykkur í Filippibréfinu í 4. kafla. Verið ávallt glöð í Drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum, Drottinn er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn, með beiðni og með þakkargjörð. Og þá mun friður Guðs sem er aðver í öllum skilningi, hann mun varðveita hjörtiðir og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu systkin, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt, hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, allt sem er dygð, hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gjöra þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín og Guð friðarins mun vera með ykkur. Má ég heyra með henn? Mér langar til þess að minna ykkur á að Páll var í fangelsi þegar hann skrifaði þetta. Hann var í fangelsi. Gnæðin, muni eftir frásögn Önnu Frank. Hún sagði, þetta var lítið stelpa, ung kona sem var hneppt í varðhaldi í seinni heimsstyrjöldinni og hún fór í Hitler og gengið hans. Hún var hneppt í varðhaldi í mörg ár og hvað sagði hún? Hún sagði þau geta gert hvað sem er við líkamann minn, þau geta gert hvað sem er við umhverfi mitt en þau geta aldrei fengið hugsanir mínar. Og vinir, það þarf að vera útgangspunktur okkar sem kristins fólk. Þau munu aldrei, þessi heimur mun aldrei ná huga okkar. Í Jesú nafni. Og það var það viðhorf sem að Páll hafði í fangelsi sagði, verið glaðir, verið alltaf glaðir. Því að þau ná aldrei hugsunum okkar í Jesú nafni. Drottinn við bara komið fram fyrir þig hér í dag.
Ég þakka þér fyrir Drottinn minn að þú ert að brýna okkur hér til þess að vera ljós í þessum heimi. Og mætti ljósi skína, Drottinn minn, mætti þitt ljós skína. Og mætti þinn vilji verða, Drottinn, ekki minn vilji heldur þinn vilji. Og Drottinn gefðu okkur það að við mættum endurnýja hugsun okkar, tileinka okkur þakklæti, tileinka okkur jákvætt hugafar, vitandi það að allir hlutir geta samverkað okkur til góðs. Og Drottinn, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni og þeim sem að hlusta. Drottinn, ég bið að ef að viðkomandi í erfiðum kringumstæðum, að í stað þess að horfa á kringumstæðnar og horfa á það sem að þú ert frekar að gera í kringumstæðunum. Þakka þér fyrir verki sem að þú ert að vinna innra með okkur. Þakka þér fyrir þá breytingu á lífstíl eða sem að þú ert að koma inn í líf okkar. Og Drottinn, ég bið sérstaklega fyrir þeim sem eru fastir í fortíðinni, í biturleika eða öðru slíku, Drottinn, að þú heggur á hnútinn. Að fólk mætti finna fyrir kærleika þínum, Drottinn. Það ekkert sem að getur gert okkur viðskila við kærleika þinn. Og Drottinn, í dag þá eru margir sem eiga sárt að binda, Drottinn. En mættum við ekki horfa á kringumstæðurnar, mættum við horfa á þig. Og Drottinn, ég bið að lokum fyrir kirkju þinni. Að við mættum vera ljósberar. Að við mættum ekki bara vera eitthvað á sunnudögum heldur alla daga. Að fólk mætti taka eftir því, þessi manneskja á eitthvað. Og Drottinn, ég bið að kirkja þín mætti fara að rísa upp og ganga inn í þá köllin sem að þú hefur fyrir. Berjast trúarinnar góðu baráttu. Húraba shikira mahaya. Og Drottinn, ég bið Jesús að vilji þinn mætti ná fram að ganga með Smára kirkju, með Guðs ríkið á Íslandi, með einstaklinga. Og fólk mætti stíga inn í það sem það á að vera að gera, í staðin fyrir að vera aðeins áhorfandi. Og ég bið í Jesú nafni og allur liðurinn sagði. Amen og amen. Takk Jesús. Ég bið Guð að blessa ykkur, en að sjálfsögðu, ef að þið eru hér og þið viljið fyrirbæn, þá er ég meirinn til í að biðja með ykkur. Og við erum hérna fleiri og við erum tilbúin að biðja með ykkur, þannig að þið þurfum ekkert að flýta ykkur, það er nógu tími. Nóttin er ung, það er ekki einu sinni komið nótt. En þið vitið hvað ég meina, bara Drottinn blessa ykkur og varvit ykkur. Látið sína ásjónir lýsa yfir ykkur og gefi ykkur sinn frið. Amen og amen.